Maður óbilandi trúar stóð gegn mátt Rómar, munkur sem ögraði heimsveldi, fræðimaður sem fann sannleikann í helgum textum. Martin Luther stóð við hlið Rómar og sneri undan. Aðskilnaðurinn hafði hafist, en Róm hafði ekki lokið aðför sinni að honum. Það verður að þagga niðri honum með öllum tiltækum ráðum. Nýr keisari tekur við völdum, örlög kristindómsins hanga á bláþræði og Martin Luther kallaður til að mæta valdamestu samkomu Evrópu. Martin Luther kallaður fyrir ríkisþingið í Worms. Keisaradæmið krefst undirgefni hans. Róm þráir fall hans, en Luther lætur ekki þagga niðri sér. Ætlar það að draga tilbaka skrif þín eða horfast í augu við afleiðingarnar? Nema þið samferðið mig út frá ritningunni og skýrum rökum, get ég ekki og mun ekki afturkalla það. Hér stend ég get ekki gert neitt annað. Heimurinn horfir á einn mann standa gegn mátt Rómar og heimsveldisins. Mun hann lifa af eða mun sagan endurtaka sig og önnur rödd sannleikans verða þöggu niður? Baráttan er rétt að byrja. Einn munkur, villtur af eigin heimsku, hefur risið gegn trú kristninnar. Til að sporna við slíku guðlýsi mun ég fórna konungsríki mínum, fjársjóðum mínum, vinum, líkama mínum, blóði, sál minn og lífi, segir Karl V. Heimurinn skalf á jaðri sögunar. Einn maður, munkur, predikari, fræðimaður, stóð gegn öflugasta afli jarðar. Sama heimsveldi sem hafði krýnt konunga og mótað þjóðir reyndi nú að þagga niður í einni rödd, en sú rödd neitaði að þagna. Karl V, ungur keisari sem var rétt að stíga inn í þunga valdsins, stóð frammi fyrir áskorun sem hann hafði ekki mætt áður. Hásæti hans hafði verið nýlega tryggt með hjálp kjörfursta Saxlands. Sendiboðar páfans, menn klæddir fínum klæðum en með hnífa pólitíks þrýstings, umkringdu hann og hvísluðu sömu kröfu. Tortímdu munknum, brjóttu niður þessa uppreisn áður en hún breiðist út. En kjörfurstinn, maðurinn sem hafði hjálpað Karl að komast til valda, hafði lagt fram aðra beiðni. Hann krafðist ekki dauða Luthers, hann krafðist réttlætis. Og þannig fann keisarinn sig klofinn á milli tveggja afla, járngreipa Rómar og vaxandi hróp umbætur. Þingið í Worms var ekki bara fundur, heldur vígvöllur þar sem orð myndu rista eins og sverð og örlög trúarinnar sjálfrar væri að húfi. Allt Þýskaland fundu aðalsmenn, prestar og almenningur þunga þess sem koma skyldi. Myndi keisarinn standa fastur með kirkjunni, heiðra hefðir forfeðra sinna, eða myndi hann leyfa rödd eins manns að hrista stoðir kristninnar? Róm hafði þegar lýst yfir dómi sínum. Páfatilskipun hafði dunið og lýst Martin Luther villutrúamann, útlaga og pláu fyrir kirkjuna. Það kallaði á að bækur hans yrðu brenndar, orð hans þögguð, áhrif hans þurrkuð út úr sögunni. En eldurinn sem þeir kveiktu var ekki slökktur, hann breiddist út. Allt land ferðaðist rit Luthers hraðar en logarnir sem áttu að gleypa þau. Fólki las, fólki spurði, og í fyrsta sinni í marga kynslóðir þorði fólk að hugsa sjálfstætt. Eldheitur fulltrúi páfans, fullur af bræði, hann sá skýrt það sem aðrir höfðu afskrifað, mátt þessarar einu raddar. Það er nóg í villum Luthers til að réttlæta brennslu 100.000 villutrúamanna, hrópaði hann. Fyrir hann var þetta ekki einföld guðfræðileg umræða, þetta var stríð. Uppreisn Luthers ógnaði því sem hafði verið byggt upp aldir. Páfadæmið gat ekki leyft honum að lifa. En það var eitt vandamál. Karl V var engin harðstjóri. Þótt hann væri tryggur Róm, var hann einnig bundinn hefðum heimsveldisins og í Þýskalandi var maður ekki dæmdur án þess að hann fengi áheyrn. Prinsar landsins kröfðust þess að Luther yrði leiddur fyrir þá til að svara fyrir kenningar sínar. Kjörfursti Saxlands, sem stóð fastur í sannfæringu sinni, lýsti yfir: hvorki keisarinn né nokkur annar hefur sýnt fram á að rit Luthers hafi verið hrakinn. Með öðrum orðum, enginn hafði enn sannað að hann hafði rangt fyrir sér. Myndu þeir drepa mann án þess að veita honum áheyrn? Páfadæmið krafðist algerrar hlýðni,
En hvernig gat hann stjórna sem keisari ef hann hafnaði röddum eigin prinsa? Ef hann fordæmdi Lúther beint, átti hann á hættu að fjarlægja þá sem hefðu hjálpað honum til að komast til valda. Ef hann leyfði munkinum að tala, átti hann á hættu að reita kirkjuna sem hafði krýnt forfeður hans til reiði. Og þannig var þetta óumflýjanlegt. Martin Luther yrði kallaður til, honum yrði veitt örugg leið til Worms, tækifæri til að verja orð sín fyrir sjálfu heimsveldinu. Sviðið var sett, en ekki misskilja, það var engin miskunn. Þetta var ekki sanngjörn réttarhöld með opnum huga. Páfadæmið leitaði ekki eftir umræðu, það leitaði sýningar, opinberri skömm, undirgefni, niðurlægjandi ósigur sem myndi brjóta siðbótina að bakaftur, áður en hún geti breiðst út. Myndi Lúther bugast? Myndi hann standa fyrir keisaranum og beygja sig, draga tilbaka orð sín eins og svo margir höfðu gert á undan honum? Myndi hann lúta vilja Rómar, röddum valdsins, stjórn heimsveldis? Eða myndi hann standa einn með ekkert nema trú sína til að halda sér uppi? Augnablikið var að nálgast, bardaginn var tilbúinn, einn munkur gegn mátt heimsins, og þegar stormurinn hrannaðist upp, þegar hersveitir heimsveldisins og kirkjunar undirbyggu sig til árásar, var eitt öruggt. Þetta var aðeins byrjunin. Undirbúningurinn hófst í Worms. Umtal fyllti götur hennar, loftið var þykkt af eftirvæntingu og undir yfirborði stoltra sala heimsveldisins var skjálfti. Ekki sú tegund ótta sem kemur frá óvinni sem herjar við borgarhliðin, heldur eitthvað dýpra, eitthvað hættulegra. Einn munkur var væntanlegur, maður sem hafði hrist undirstöðu kristninnar með orðum sínum, maður sem með skrifum sínum sem breyttust út sem eldur í sinu, hafði hrært hjörtu og brotið hlekki sem hefði lengi fjötra fólkið. Myndi hann koma? Myndi hann standa staðfastur? Og ef hann gerði það, myndi hann þá komast lifandi frá Worms? Lúther vissi full vel hættuna. Leiðin sem hann gekk hafði þegar verið ötuð blóði annara sem þorði að ögra Róm. John Huss hafði einu sinni staðið gegn valdi páfadæmisins. Hann hafði einnig fengið loforðum örugga leið. Hann hafði einnig verið kallaði fyrir ráð til að svara fyrir skoðanir sínar, og svo eftir öll loforðin, eftir alla tryggingar, bundu þeir hann í fjötra og brenndu hann á báli. Lúther þekkti þessa sögu, hann bar það með sér eins og byrði á herðum sér. Hann hafði allar ástæður til að snúa við, allar ástæður til að óttast. En samt var svarið hans óhagganlegt: ef ég get ekki farið til Worms við góða heilsu, verð ég borinn þangað, veikur eins og ég er. Ef keisarinn kallar á mig, get ég ekki efast að það sé kall frá sjálfum Guði. Á meðan Lúther undirbjó ferðina var borgin Worms miðpunktur átaka. Þingið hafði safnað saman mikill hópur valdamestu manna heimsveldisins. Prinsar, aðalsmenn og kirkjuleiðtogar fylltu salinn með nærveru sinni, klæddir ríkulegum skikkjum, skreyttir gimsteinum, bárið þyngd kynslóða hefða, en undir ytri dýrð var klofningur. Bardagi var þegar í gangi í skugganum, ekki með sverðum eða herjum, heldur með orðum, áhrifum, hvíslandi hótunum og hljóðlátum samningaviðræðum. Furstarnir höfðu sínar eigin kvartanir gagnvart Róm. Of lengi hefði þýska þjóðin þjáðst undan oki spillingar páfaveldisins. Fjársjóður kirkjunar var feitur af vinnu þeirra, gull þeirra sent yfir fjöllin til að byggja dómkirkjur í Róm, á meðan þeirra eigin borgir lágu í vanrækslu. Prestar sem áttu að vera hirðar hjarðarinnar lifðu þessi stað í spillingu, leyfðu sér allar lastir og seldu fyrirgefningu fyrir mynt. Nefnd hafði verið stofnuð til að skrásetja þessa misnotkun, og það sem þar kom í ljós var alvarlegt. Listi með 101 kvörtun var gerður, bókhald yfir syndir Rómar gegn fólkinu. Prinsarnir sem áður voru þöglir töluðu nú, og raddir þeirra sem áður voru einangraðar voru nú að safna saman í eitthvað sem Róm hafði ekki búist við, andstöðu. En Róm var ekki við það að gefast upp. Það hafði enn sín vopn, og hættulegast þeirra var maður að nafni Aleander. Hann var sendibóði páfans, slægur maður, maður eldhugs, maður sem skildi mikilvægi þessarar orustu betur en flestir. Fyrir honum var Lúther ekki bara til ama, hann var sjúkdómur, plága yfir kirkjunni, og henni þyrfti að útrýma áður en hún breiddist enn frekar út. Með allri sinni valdbeitingu þrýsti hann á Karl V og hvatti hann til að bregðast við áður en of seint væri.
Hann dundi á Lúther og kallaði hann guðlastara uppreisnarmann. Að leyfa slíkum manni að tala fyrir þinginu var í hans huga móðgun við kirkjuna sjálfa. Hvað gagnast páfavaldið ef venjulegu munkur getur ögrað því? Hvað gagnast máttur Rómar ef ein rödd getur hrist undirstöður hennar? Aleander var ekki sáttur við það að einfaldlega rífast. Hann beitti valdi eins og hníf. Fór sali heimsveldisins, þrýsti á, hótaði, samferði. Hann minnti Karl á skyldu Kristins keisara. Hann málaði sýnir af óreiðu, uppreisn og klofnu heimsveldi ef hugmyndir Lúthers fengi að breiðast út án eftirlits. Rödd hans var ekki ein. Aðrir klerkar, menn af háum stéttum og áhrifum, gengu til liðs við hann og vöruðu við eyðileggingu sem myndi koma ef villutrú yrði ekki útrýmt strax. Þrýstingurinn var gríðarlegur og á stund virtist sem Róm myndi fá sínu framgengt. En Charles hikaði, hann var ungur en ekki veikburða. Hann vissi að ríki hans tilheyrði ekki eingöngu Róm. Hann átti stöðu sína ekki aðeins páfanum að þakka, heldur einnig prinsunum í Þýskalandi, þeim mönnum sem höfðu krafist þess að Lúther fengi áheyrn. Og þannig þrátt fyrir reiði Aleanders, þrátt fyrir kröfur kirkjunar, tók Karl ákvörðun sem kom páfadæminu á óvart. Hann myndi leyfa Lúther að koma, hann myndi leyfa honum að tala. Orð keisarans var endalegt, fréttirnar breytist út eins og elding, Lúther birtist fyrir þingið í Worms. Hann myndi standa í návist valdamestu manna landsins og hann myndi svara fyrir trú sína. Allt heimsveldi biðu karlar og konur í eftirvæntingu. Myndi hann standa staðfastur? Myndi hann draga tilbaka? Eða væri þetta endir siðbótarinnar, síðasti kaflinn í stuttri, bjartri von sem hófst þegar munkur neldi ritgerð sína á kirkjudyr í Wittenberg. Einn maður sem fylgdist með atburðunum með miklum áhuga var hertoginn Georg á Saxlandi. Ólíkt kjörfurstanum Friðriki var Georg enginn vinur siðbótarinnar. Hann hafði litla þolinmæði fyrir hugmyndir Lúthers, en samt gat hann ekki hunsað spillinguna sem hafði liðist innan kirkjunar, og þannig, þegar hann fekk tækifæri til að tala, stóð hann fyrir framan samkomuna, fyrir framan keisarann sjálfan og gerði eitthvað sem fáir bjuggust við. Hann beindi rödd sinni ekki gegn Lúther, heldur gegn Róm. Þetta eru nokkur af þeim móðgurum sem hrópa gegn Róm, lýsti hann yfir. Rödd hans hljómaði salinn. Öll skömm hefur verið sett til hliðar og eina markmið þeirra er peningar, peningar, peningar. Predikarar sem eiga að kenna sannleikann segja ekkert nema lygi og eru ekki aðeins liðnir heldur umbunaðir. Því meira sem þeir ljúga, því meiri ávinningur. Það er frá þessari ógeðfelldu lind sem slík menguð vötn renna. Saurlífið réttir út höndina í græki. Því miður er það hneykslið sem prestastéttin veldur sem kasta svo mörgum fátækum sálum í eilífa fordæmingu. Almenn umbót verður að eiga sér stað. Orðin særðu djúpt, ekki vegna þess að þau komu frá Lúther, heldur vegna þess að þau komu frá manni sem var á móti Lúther, manni sem hafði allar ástæðu til að standa með Róm. En þegar hann stóð frammi fyrir óumdeilanlegum sannleika gat hann ekki þagað. Áhrifin létu ekki á sig standa, straumurinn sem hafði virst svo greinilega í hag Rómar fór að snúast. Þetta snerist ekki lengur bara uppreisn eins munks. Þetta var spurning réttlæti, samvisku, hvort heimsveldi myndi áfram þjóna hagsmunum spillt prestastéttar eða hvort það myndi hlusta á rödd fólksins. Koma Lúthers var nú óumflýjanleg. Worms var ekki lengur bara borg, heldur vígvöllur, ekki með sverðum og skjöldum heldur orðum, meginreglum, sannleika og blekkingu, trú og ótta. Stormurinn var að safnast saman og í miðju hans var maður sem bar ekkert nema orð Guðs og sannfæringu að engin ógn, engin máttur á jörðinni gæti snúið honum frá honum. Myndi hann komast ómeiddur til Worms? Myndi loforð keisarans örugga för standast? Eða myndi sagan endurtaka sig með annarri rödd sannleika sem yrði þögguð niður með eldi? Borgin hélt niður í andanum, heimsveldi beið og Lúther óhaggaður gekk í átt á storminum. Leiðin til Worms var löng en skuggarnir sem umkringdu hann urðu enn lengri. Þeir teygðu sig fram fyrir Martin Lúther eins og dökkir fingur viðvarana og hótana, en ef þeir reyndu að grípa hjarta hans með ótta mistókst þeim.
því maðurinn sem gekk þann veg hafði þegar reiknað kostnaðinn. Hann hafði þegar staðið frammi fyrir eldinum í huga sínum, þegar metið líf sitt á móti sannleikanum og hann hafði fundið svarið. Flúið get ég ekki og enn síður dregið tilbaka. Vinir Lúthers voru dauðhræddir hann. Þeir höfðu séð hvað gerðist við þá sem ögruðu Róm. Þeir höfðu heyrt hvíslið, séð þögul augnar á þeirra sem báru völd. Þetta var engin venjuleg réttarhöld, þetta var gildra. Stórt svið hafði verið undirbúið, ekki fyrir rökræðu, heldur fyrir opinbera niðurlægingu, viðvörun til allra sem þyrðu að feta í fótspor hans. Snúðu við, Martin, þeir myndu ekki leyfa þeir að lifa, en svarið hans breytist aldrei. Ef ofbeldi er beitt gegn mér, legg ég málið í hendur drottins. Það var eitthvað öðruvísi í rödd hans núna. Friður, ekki friður sem kemur af öryggi, heldur sá sem aðeins kemur þegar maður er viss sína leið. Orð hans voru ekki frá manni sem gekk blindandi til glötunar, heldur einhver sem sá endan skýrt og hélt samt áfram. Hann var ekki ómeðvitaður það sem beið hans. Hann vissi að hvert skref sem hann tók var dýpra inn í ljónagrifina. Hann vissi að í Worms voru menn sem hefðu þegar fordæmt hann í hjörtum sínum. Menn sem sáu dauðadóm sem eina svarið við orðum hans. En samt hélt hann áfram. Þegar ferðin hélt áfram breyttist fréttin að komi hans út eins og eldur í sinu. Bæjarbúar söfnuðu saman meðfram vegunum. Sumir komu til hans af forvitni, aðrir af tryggð. Á mörgum stöðum var honum tekið með heiðri, ekki sem glæpamaður, heldur sem hetja. Nafn hans hafði ferðast hraðar en fætur hans, borið af vindi skrifa hans, hvíslað að hljóðlátum heimilum, rætt á markastorkum, lesið í leyni við kertaljós. Þegar hann kom til Erfurt, borgar gamla klausturlífs hans, beið fólkið eftir honum. Engin ótti var í augum þeirra, aðeins aðdáun. Þeir höfðu séð hann ganga þessa götur sem hóvar munkur, en nú sáu þeir hann snúa aftur sem maður sem hafði hrist heimsveldi. Þeir báðu hann að tala, honum hafði verið bannað að predika, en kall sannleikans var hávarara en skipanir manna. Hann steig inn í predikunarstólinn og með samfæringu boðaði hann orðin sem brunnu í sál hans. Heimspekingar, læknar og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnum leiðina til að öðlast eilíft líf, en þeim hefur ekki tekist það. Ég mun nú segja þér það, Guð hefur vakið einn mann upp frá dauðum, drottinn Jesú Krist, svo hann geti sigrað dauðan, útrýmt synd og lokað hliðum helvítis. Þetta er hjálpræðisverkið. Kristur hefur sigrað. Þetta eru gleði fréttirnar og við erum hólpin af verki hans en ekki okkar eigin. Mannfjöldin hlustaði eins og himnaríki sjálft hefði opnast fyrir þeim. Þetta var engin venjuleg predikun, þetta var baráttu kall. Þetta var lúður sem hljómaði í myrkrinu, kallaði menn og konur til að sjá sannleikann sem hafði verið falinn fyrir þeim. Hér var maður sem átti ekkert, engin auðæfi, engin her, engin völd, en hann stóð gegn mátt Rómar með ekkert nema orð Guðs og þeir trúðu. En ekki allir sem hittu Lúther tóku vel á móti honum. Það voru þeir sem reyndu að stöðva hann. Ekki með valdi heldur með ótta. Í einum bæ nálgaðist prestur hann, andlit hans áhyggjufullt. Í höndunum hélt hann á málverki manni sem var brenndur á báli fyrir að standa gegn kirkjunni. Hann hélt henni uppi af Lúther í þögn, lét myndina tala sínu máli. Skilaboðin voru skýr. Þetta er framtíð þín. Svona gerist fyrir fólk eins og þig. Lúther kippti sér ekki við. Augu hans mættust prestinum, ekki með mótþróa, heldur með einhverju enn sterkara, vissu. Hann þurfti ekki að vera myndur á hætturnar. Hann bar þar með sér í hverju vöku stund. Hann hafði þegar gefið líf sitt, þegar lagt það í hendur Guðs. Leyfðu Róm að gera það sem hún þarf. Láti logana rísa. Sannleikurinn var þess virði. Svo komu fréttirnar, Worms hafði þegar dæmt hann. Rit hans höfðu verið lýst villutrú, kallað var eftir að bækur hans yrðu brenndar. Alla borgina voru verk hans safnað, kastað í stórt bál og breytt í reyk og ösku. Heimsveldið hafði ekki beðið eftir vörn hans. Það hafði þegar kveðið upp dóm sinn. Félagar hans bjuggust við hiki, einhverju merki ótta, en viðbrögð Lúthers voru eins og stál. Þó þeir kveiki elda frá Worms til Wittenberg, mun ég ganga í gegnum það í nafni drottins. Orðin gáfu þeim kuldarhroll sem heyrðu. Það var engin hroki í þeim, ekkert stolt.
aðeins djúp óhagganleg trú. Ef Worms hefði þegar rekið hann burt þá væri það svo. Skylda hans var ekki að bjarga sjálfum sér, skylda hans var að standa fyrir sannleikann, sama hvað það kostaði. Hver míla færði hann nær því augnabliki, hvert skref ómaði valda salina þar sem menn biðu eftir komu hans. Sumir eins og Aleander þráðu tortímingu hans, aðrir eins og kjörfurstinn af Saxlandi fylgdust með í þögulli von, og enn aðrir, þeir sem stóðu á milli, biðu eftir að sjá hvort þessi eini maður myndi brotna undan þunga heimsveldisins. Myndi hann standa upp? Myndi hann hika? Myndi hann á síðustu stundu gera það sem svo margir höfðu gert á undan honum, beygja sig fyrir kröfum Rómar og bjarga eigin lífi? Svarið var þegar skrifað í skrefum hans, í óbilandi skrefum sem að steðja í átt að storminum. Eldar Worms höfðu verið tendraðir, sviðið var tilbúið og þegar Lúther hélt áfram var engin leið til að bakka. Heimurinn horfði, himinin fylgdist með og áður en langt leið myndi heimsveldið sjálft heyra orðin sem ekkert vald á jörðinni gæti þagga niður. Borgin Worms hafði aldrei séð dag eins og þennan. Frá því augnabliki sem fréttirnar bárust að Martin Luther væri að nálgast hliðin breyttist óstjórnleg orka út göturnar. Mannfjöldi safnaði saman á hverju horni, muldraði, hvíslaði, fylgdist með. Sumir höfðu komið til að verða vitni að falli villutrúarmanns, aðrir, þó þeir þorðu ekki að segja það uppátt, komu til að sjá mann sem þeir töldu vera sendan af Guði. Þegar vagn Lúthers rúllaði nær, virtist borgin ólga af óróa. Göturnar voru fullur af aðalsmönnum í fínu silki, bændum í tættum klæðum, allir þrýstu áfram, reyndu að sjá manninn sem skeldi heiminn með orðu sínum. Sumir hrópuðu af reiði og fordæmdu hann sem uppreisna mann sem voga sér að ögra henni heilugu kirkju. Aðrir réttu út höndina, vonuðust til að snerta hann, sjá andlit munksins sem hafði staðið gegn Róm. Og svo úr mannfjöldanum barst lág sorgmætt rödd loftið, kaldhæðnisleg viðvörun. Þetta er gröf þín, Martin Luther, þú gengur til dauða þíns. Allir aðrir hefðu kannski skolfið, hikað, en svar Luthers var skjótt, rödd hans sterk og skýr. Jafnvel þótt það væru jafn margir djöflar í Worms og flísar á þökum, myndi ég samt ganga inn í það. Mannfjöldin þagnaði, jafnvel meðal þeirra sem vildu hann dauðan var ákveðin lotning. Þeir sáu engan ótta í augum hans, ekkert hik í skrefum hans. Þetta var engin maður knúinn áfram að hroka eða blindri heimsku. Þetta var maður sem gekk af sannfæringu, maður sem hafði þegar ákveðið að sannleikurinn var í meira virði en lífið sjálft. Inni í höllinni bak við luktar dyr geisaði annar stormur. Umboðsmenn páfa höfðu fylgst með, beðið, þeir höfðu lengi vitað að koma Luthers myndi hræra fólkið, en þetta var hættulegt. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu ekki séð fyrir. Worms var ekki lengur bara staður dóma, það var að verða vígvöllur hugmynda og umbóta maðurinn vann hjörtu margra áður en hann hafði sagt orð. Aleander, miskunnarlausasta rödd Rómar við hirðina, gat ekki leyft þessu að halda áfram. Hann stormaði inn í herbyggi keisarans, andlit hans rautt af reiði. Þolinmæðin var úti. Þennan mann verður að stöðva núna. Við erum ekki bundin til að standa við loforð við villutrúamenn, lýsti hann yfir, röddin beitt og ákveðin. Hafði kirkjan ekki þegar fordæmt þennan mann? Hafði ekki vald páfans talað? Af hverju ætti hann þá að vera leyft að standa fyrir þinginu eins og hann var í jafningi, eins og orð hans ættu skilið að vera heyrð? Rök Aleander voru ekki ný. Hann hafði þrýst á þau áður, beitt öllum áhrifum sínum á Karl. Hann hafði málað sýnir af uppreist óreiðu, heimsveldi, rifið í sundur að trúarlegum átökum. Og Karl hafði hlustað, og hvernig hann hafði hlustað, en þetta var öðruvísi. Lúther var ekki lengur nafn né skjal, hann var hér, hann var hold og blóð, gekk göturnar. Menn bera hann augum. Keisarinn fann breytinguna í loftinu, fann að þetta var engin venjuleg réttarhöld. Það voru menn á ríkisþinginu, prinsar, aðalsmenn sem stóðu gegn málstað Lúthers, en hikuðu við tilhugsunina að brjóta hina helgu hefð öryggaför. Að svíkja mann sem hafði verið lofað vernd, að úthella blóði hans í leyni án þess að leyfa honum að tala, það var ekki réttlæti. Það væri blettur á heimsveldinu sjálfu. Og Karl, þrátt fyrir tryggð sína við Róm, var enn stjórnandi sem mat orð sín.
Við verðum að standa við loforð okkar, lýsti hann yfir. Rödd hans var ákveðin, en Aleander heyrði álagið undir henni. Keisarinn var ekki sannfærður sakleysi Lúthers. Hann sýndi ekki samúð með málstað munksins, en hann var heldur ekki tilbúinn að verða maður sem ekki mark á takandi. Samt hætti þrýstingurinn á Karl ekki. Ráðgjafar gengu inn í kringum hann eins og hræætur, hvísluðu í eyru hans og vöruðu hann við því sem myndi gerast ef hann myndi ekki bregðast hratt við. Ef Lúther fengi að tala var ómögulegt að segja hversu margir getur látið samfærast. Ef hann fengi rödd gæti hann valdið kirkjunni óbætanlegum skaða. Öruggasta leiðin til að varðveita einingu var að ráðast gegn honum núna. En keisarinn hikaði. Kannski sá hann eitthvað sem ráðgjafar hann sá ekki. Kannski fann hann að sagan fylgdist með og jafnvel þótt hann þakkaði niður í þessum eina, myndu spurningarnar sem höfðu verið varpað fram ekki deyja með honum. Úti var sólin að setjast yfir Worms og varpaði löngum skuggum á borgamúrana. Inni deildu valdamiklir menn örlög eins munks og einhver staðar óséðir af öllum stóðu englar á jaðri bardagans og biðu eftir því sem næst myndi gerast. Lúther var kominn, stormurinn var kominn og enginn, hvorki páfinn né keisarinn, ekki öll heimsins völd, gátu stöðvað það sem var að fara að gerast. Stóri salur Wormþingsins var ólíkur öllum þeim sem Martin Luther hafði nokkru sinni séð. Þetta var ekki bara herbergi, þetta var virki valdsins, staður þar sem valdhafar heimsins komu saman. Þar sem þyngd heimsvelda var ákveðin með einu orði, en víðförmi salur teygði sig hátt yfir hann. Loftið var þykkt af ilm reykilsis og gamal steins. Flöktandi kyndlaljós varpaði löngum skuggum á háa súlurnar. Valdamestu menn heimsveldisins fylltu rýmið. Klæði þeirra voru útsaumuð með gulli, höfuð þeirra krýnt með valdi, og í miðju alls þessa satt keisarinn sjálfur, Karl V, í hásæti undir keisarafánanum, sjálf holdgerving veraldlegs valds. Lúther aftur á móti stóð einn. Hann var engin konungur, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður með heri að baki. Hann átti engin auðæfi, engin vopn, ekkert tilkall til valds nema orð Guðs. Skikkja hans var einföld, andliti dregið af þreytu, líkaminn grannur eftir álag vinnu. En augun brunnu af einhverju sterkara en ótta, einhverju dýpra en hreinu hugrekki. Muldur fór samkomuna, sumir þeirra höfðu búist við að hann myndi skjálfa, bugast við mátt heimsveldisins. En hér stóð hann uppréttur, óbrotinn, og þótt hann væri aðeins einn maður gegn valdhöfum, voru sumir í herberginu sem gátu ekki annað en fundið undarlega lotningu. Gamall hershöfðingi, maður sem hafði séð orustur sem höfðu leitt menn í stríð, hallaði sig fram og hvíslaði þeim sem voru í kringum hann. Fátækur munkur, þú stendur nú göfugri en nokkur kapteinn í orustu. Herbergi þagnaði, maður steig fram, rödd hans hljómaði salinn. Martin Luther, þú hefur skrifað marga bækur og kenningar sem hafa borist þetta heimsveldi. Viðurkennir þú þær sem þínar? Rödd Luthers þó stöðug var hljóðlátt í fyrstu. Já, bækurnar eru mínar. Embættismaðurinn kinkaði kolli eins og hann hafði búist við þessu svari. Þá kom spurningin sem hafði leitt Luther að þessu augnabliki. Spurningin sem örlög hans og kannski örlög siðbútarinnar myndi snúast Viltu nú draga þær tilbaka? Orðin héngu í loftinu eins og hnífur sem beið eftir að falla. Luther svaraði ekki strax. Hann hljóp ekki fram með óhóflegum mótþróa, né hikaði hann af ótta. Í staðinn gerði hann eitthvað sem kom öllum í herberginu á óvart. Hann bað tíma. Spurningin trú og sálir krefst varkárni, sagði hann. Ég myndi ekki tala léttvægt, né flýta mér að gefa svar sem ekki sannleikans virði. Ég bið einn dag til að íhuga svar mitt. Beðnin kom á óvart. Sumir í ráði keisarans hneyksluðust. Var þetta ekki sami Lúther og hafði djarflega ögrað valdi páfans? Hafði hann ekki þegar skrifað nógu mörg orð til að fylla bindi? Af hverju hikaði hann núna? En þeir sem þekktu þyngd samviskunnar, þeir sem skildu að trú væri ekki bara eitthvað sem ætti að leika sér með, sá eitthvað annað. Þetta var ekki maður sem hörfaði af ótta, þetta var maður sem tryggði að svar hans væri verðugt Guði sem hann þjónaði. Karl V þrátt fyrir vald sitt var ekki óréttlátur stjórnandi, hann samþykkti beiðnina. Lúther myndi hafa eina nótt. Þessa nótt
Einn í herbergi sínu féll Lúther á kné. Hann hafði staðið gegn páfanum, hann hafði staðið gegn kirkjuþingum, hann hafði staðið gegn hótunum og fordæmingum. En nú, þegar hann stóð á brún sögunar, lagðist hræðilegt myrkur yfir hann. Hann bað: Ó Guð, hversu hræðilegur er þessi heimur? Það opnar munninn til að gleypa mig og ég hef svo litla trú. Ef traust mitt væri aðeins af styrk þessa heims, þá er allt búið. Síðasta stundin mín er runnin upp. Fordæming mín hefur verið kveðin upp. Ó Guð, hjálpaðu mér gegn visku heimsins. Gerðu þetta, því þetta er ekki mitt verk, heldur þitt. Ég hef ekkert hér, ekkert til að keppa við þessi mikilmenni heimsins. En málstaðurinn er þinn og hann er réttlátur og eilífur. Ó Drottinn, hjálpaðu mér, trúfastur og óbreytanlegu Guð. Ég treysti engum manni. Allt sem snýr að mönnum er ótraust. Allt sem frá mönnum kemur bregst. Þú hefur valið mig til þessa verks. Stattu við hlið mér fyrir kærleika Jesú Krists, sem er vörn mín, skjöldur minn og minn sterki turn. Orðin streymdu frá honum, ekki eins og maður að æfa ræðu, heldur eins og sál sem hrópar til himins. Hann fann þyngd alls þess sem hafði leitt hann hingað, ferðalagið gegnum storma og ógnir, raddirnar sem reyndu að aftra honum, myndirnar af þeim sem höfðu brunnið fyrir framan hann fyrir að þora að standa. Hvað ef honum mistókst? Hvað ef svarið hans var ekki nóg? Hvað ef hann skrikaði á þessu augnablikki mestu prófraunar? En svo í miðri kvölinni breyttist eitthvað. Skuggarnir sem höfðu ógnað að gleypa hann hörfuðu. Djúpur og óhagganlegur léttir lagðist yfir hann. Óttinn hvarf ekki, heldur misti hann vald sitt. Hann vissi nú hvað hann þyrfti að segja. Þegar dögun lagðist yfir Worms reis hann upp, skrefin stöðug, hjartað ekki lengur tætt. Hann var tilbúinn. Úti voru göturnar þegar farnar að hreyfast. Fólki talaði hann, hvað myndi gerast. Sumir óttuðust hið versta, aðrir vonuðust eftir kraftaverki. En enginn þeirra vissi svarið sem Lúther bar innra með sér. Hann myndi standa, hann myndi ekki draga tilbaka. Og fyrir stærstu öfl heimsveldisins, fyrir hásæti keisarans sjálfs, myndi heimurinn heyra orðin sem myndu breyta sögunni að eilífu. Þetta var augnablikið sem sagan hafði snúist Langa leiðin til Wittenberg hafði leitt hingað, ekki aðeins til að svara fyrir skref sín, heldur til að verja sannleikan sjálfan. Sviðið var tilbúið, dómurinn þegar hvíslaður meðal umboðsmanna Rómar, en eitt hafði ekki enn verið sagt: svar Lúthers. Spurningin kom eins og búist var við, beitt og hygglus. Myndi hann draga tilbaka? Myndi hann fordæma orð sem höfðu ögrað valdi páfa og kirkjuþinga? Myndi hann lúta þunga hefðarinnar eða standa við vitnisburð ritningarinnar? Lúther flýtti sér ekki. Hann svaraði ekki ásökunum með blindri mótstöðu. Í staðinn hóf hann með skýrleika og nákvæmni að flokka verk sín. Sum hann sagði hann vera trúarleg rit, verk sem jafnvel óvinir hans viðurkenndu að hefðu ekki innihaldið neitt skaðlegt. Hvernig gat hann dregið þetta tilbaka? Myndi hann fordæma það sem hafði leitt fólk nær Kristi, það sem hafði styrkt trú og kallað hjörtu til iðrunar? Seinni flokkurinn hélt hann áfram, innihélt gagnrýni hans á spillingu innan kirkjunar. Hér var kjarni málsins, aflátsbréfin, misnotkunin, þungt ok sem lagt var á fólki fyrir auð og völd. Þessi rit höfðu afhjúpað það sem var óumdeilanlegt, það sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleikann tilbaka? Hvernig gat hann neitað því óréttlæti sem hafði vakið Þýskaland til umbóta? Þriðji flokkurinn, viðurkenndi hann, innihélt persónlegar árásir, orð skrifuð í hita bardagans gegn þeim sem vörðu mistök kirkjunar. Þessi skrif, játaði hann, höfðu stundum verið hörð, en gat hann dregið tilbaka jafnvel þetta án þess að leyfa villunni að sigra. Samviska hann leyfði það ekki. Salurinn var þögull þegar hann talaði, rökstuðningur hans óumdeilanlegur. Sumir í samkomunni fundu fyrir samfæringu þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt. Aðrir, harðgerðir í tryggðsinni við Róm, fullir óþolinmæði, biðu eftir að hann hrasaði, hikaði, sýndi merki veikleika. En svo komu orðin sem ómuðu gegnum söguna, nema ég samfærist af vitnisburði ritningarinnar eða skýrustu rökum.
Get ég það ekki og mun ekki afturkalla. Ég get ekki lagt mig undir páfa eða kirkjuþing því þeir hafa gert mistök og stangast á við sjálfan sig. Hér stend ég get ekki annað, megi Guð hjálpa mér. Amen. Yfirlýsingin sló niður eins og elding. Þetta var ekki tilgangslaus uppreisn. Þetta var ákall sálar, bundið orði Guðs. Maður sem hafði leitað í ritningunum og fundið þar óskeggular á meðan hefðir manna hrundu undir eigin þunga. Í augnablik virtist tíminn standa í stað. Ljós kyndlanna flökti á veggjunum og varpaði löngu skuggum yfir andlit þeirra sem voru viðstaddir. Sumir snéru sér frá, gátu ekki mætt augnaráði hans, aðrir hvísluðu sín á milli. Fáir, jafnvel meðal ráðgjafa keisarans, dáðust af munkinu sem stóð óbugaður frammi fyrir mesta mátt jarðar. Það voru ekki bara orð hans, þar var nærvera hans sem umkringdi hann. Ljós heimins lýsti upp andlit hans, rifjaði einn áhorfandinn síðar upp. Það var eitthvað í framkomu hans, eitthvað handan mannlegs styrks, eins og salurinn í Worms væri ekki lengur fullur af prinsum og konungum, heldur englum sem stóðu við hlið manns sem hafði valið trú fram yfir ótta. Augnabliki leið og muldrið jókst, sumir hlógu og afskrifuðu hann sem fífl. Aðrir gnýstu tönnum af reiði, vitandi að neitun Lúthers að gefast upp hafði breytt öllu. Endurreisnin hafði náð hápunkti þar sem ekki var aftur snúið. Keisarinn sjálfur stóð kyrr. Karl V var engin guðfræðingur, en hann var stjórnandi sem skildi mátt orða. Hann hafði gefið loforðum örugga för og myndi standa við það, en öflin sem voru að verki voru meiri en hann gat stjórnað. Þessi munkur, þessi eini maður, hafði sett að stað eitthvað sem hvorki kórónur né herir gátu haldið í skefjum. En samt leit Lúther ekki út fyrir að vera sigursæll. Hann mætti þeim ekki með hroka eða heift. Hann hafði ekki talað fyrir eigin dýrð. Hann hafði talað því hann gat ekki annað. Þegar hann var leiddur burt, lagðist þyngd þess sem hafði gerst yfir samkomuna. Sendiboðar páfa, andlit þeirra dökka reiði, tóku til að hvísla og leggja á ráðin. Áætlanir voru þegar að myndast, áætlanir þegar í gangi. Þeir myndi ekki láta þetta viðgangast. Þeir gátu ekki leyft slíkri uppreisn að viðgangast órefsað. En Lúther hafði talað og ekkert gat tekið orð hans tilbaka. Heimurinn hafði heyrt, hann hafði staðið og sannleikurinn yrði ekki þaggaður niður. Salurinn í Worms tæmdist, en þyngd þess sem hafði gerst hvarf ekki með mönnunum sem höfðu safnast þar. Lúther hafði talað og þótt orð hans væri skýr, endanleg og óbreytanleg, var stormurinn langt frá því að vera yfirstaðinn. Þögnin sem fylgdi var ekki friður, það var djúpur andardráttur áður en reiði heimsveldisins myndi dynja yfir hann. Karl V satt í herbergi sínu, endurómur radda Lúthers hljómaði enn í eyrum hans. Keisarinn var ungur, en hann var engin heimskiki. Hann skildi mátt hefðarinnar, mátt kirkjunar og þyngd valds forfeðra sinna. En samt var eitthvað við þennan munk, eitthvað sem truflaði hann. Einn munkur sem gengur gegn allri kristni hlýtur að hafa rangt fyrir sér, sagði hann loks. En hann hafði séð óbilandi svip í augum Lúthers. Hann hafði hort á munkinn standa gegn furstunum, biskupunum, sendiboðunum, gegn sér, valdamesta stjórnanda hins vestræna heims. Það var ekkert hik, engin ótti. Karl gat ekki skilið það, en þurfti þess ekki. Skylda hans var við heimsveldið, Róm og stöðuleika kristninnar. Og þannig með fullu valdi krúnu sinnar undirritaði hans tilskipunina. Lúther var nú útlægur. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða, enginn mátti hjálpa honum á neinn hátt. Rit hans skyldi brennd, nafn hans fordæmt og ef hann fyndist átti að handtaka hann og afhenda Róm. Verndin sem honum hefði verið lofað var nú merkingarlaus. Öryggið sem hafði komið honum til Worms var útrunnið. Líf hans var glatað. En sigur Rómar var ekki fullkominn. Sumir höfðu heyrt orð Lúthers og fylltust ekki að bræði heldur sannfæringu. Það voru þeir sem vissu, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, að blað var brotið í sögunni. Að hefðin hefði verið særð, kannski óbætanlega. Prinsar Þýskalands voru ekki allir tryggir Róm. Og sumir höfðu þegar byrjað að vega vald kirkjunar á móti vaxandi valdi fólksins. Og svo var það Friðrik, kjörfursti Saxlands,
Hann hafði fylgst með öllu fjarlægð, en aldrei gert stuðning sinn of augljósan. En hann hafði engan ásetning að leyfa Róm að þagga niður í Lúther svo auðveldlega. Áætlunin var sett í gang. Lúther, nú útlagi, skildi við Worms undir vökulum augum þeirra sem enn gengu með honum. Hann þekkti hættuna. Hann vissi að vegirnir sem hann fór voru fullir af mönnum sem vildu hann dauðan. Hann hafði þegar undirbúið sál sína fyrir dauðan. En svo miðja nótt gerðist það. Vopnaðir hermenn riðu að honum, andlit þeirra hulin, tilgangur þeirra óljós. Áður en hann gat brugðist við, áður en félagar hans gátu hrópað, var hann gripinn, dreginn af hestunum, dreginn burtinn í myrkrið. Vinir hans stressaðir. Var þetta endurinn? Höfðu morðingjar Róm loksins tekið hann? Vikum saman heyrðist ekki orð, engin spurn af honum, engin skilaboð. Heimurinn trúði að Lúther væri horfinn, glataður í höndum þeirra sem vildi tortíma honum. Óvinir hans fögnuðu, trúðu að vandamáli væri leyst og siðbótin myndi visna án leiðtoga síns. Fylgjendur hans syrgðu, héldu að rödd þeirra hefði verið þögguð niður, en Róm hafði verið blekkt. Lúther var ekki dáinn, hann var ekki einu sinni fangelsaður. Hann hafði verið tekinn, já, en ekki af óvinum sínum. Honum hafði verið bjargað. Friðrik af Saxlandi hafði skipulagt leynilegan flótta, djörf áætlun til að bjarga munkinum úr klóm þeirra sem vildu brenna hann. Mennirnir sem höfðu tekið hann voru ekki fangaverðir hans, heldur verndarar hans, og þeir báru hann, falinn og dulbúinn, að Wartburg kastala, einmanna virki djúpt inn í þýsku sveitinni. Hér í kyrrð einangrunarinnar var Lúther öruggur, en hann var ekki aðgerðalaus, jafnvel í felum gat hann ekki þagað. Hann gat ekki yfirgefið verkið sem Guð hafði lagt í hendur hans, og þannig með aðeins flöktandi ljós klefa síns tók hann upp pennan sinn og hélt áfram baráttunni. Ekki með sverði eða skjöld, heldur með orðinu. Ef Róm hélt að hún hefði unnið, hafði hún vanmetið hann. Lúther myndi slá tilbaka með einhverju öflugra en öllum tilskipunum heimsveldisins, varanlegra en nokkur tilskipun, hættulegra spillingunni en nokkur her. Hann myndi gefa fólkinu Biblíuna. Í aldir höfðu ritningarnar verið læstar inni, fjötraðar á latínu, talaðar aðeins í lágum tónum presta, haldið frá höndum almennings. Fólki var sagt hvað það ætti að trúa, en það fekk aldrei orð Guðs fyrir sjálft sitt. Það myndi breytast. Lúther lagði sig fram við verkið. Í einveru Wartburg hóf hann stærsta verk lífsins, að þýða Nýja testamentið á tungumál þýsku þjóðarinnar. Hann vann óþreytandi, fór yfir orðin og tryggði að ljósritningarnar myndi skína inn í heimili sem aldrei áður höfðu þekkt sannleikann. Fagnaðarerindi Krists, sem lengi hafði verið falið bak við lög hefða, var nú leyst úr böndum. Róm gat ekki stöðva það. Prinsar hófu að tala, kvartanir gegn kirkjunni sem áður voru hvíslaðar urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýtti undir mótstöðu sem ekki var hægt að hunsa. Það sem byrjaði sem mótmæli eins munks hafði orðið miklu stærra. Siðbótin var ekki lengur bara mótmæli, heldur var hreyfing, hún var bylting. Þetta var óstöðvandi uppgangur fólks sem hafði séð sannleikann og myndi ekki leyfa honum að vera grafinn aftur. Og þannig breyttist heimurinn á meðan Lúther vann í kyrrlátu virki sínu. Eldsdómar Rómar höfðu ekki brennt siðbótina. Þeir höfðu aðeins fínpúsað hana, gert hana sterkari, breytt henni í eitthvað sem myndi lifa af páfa, konunga og keisara. En hvað okkur? Ferð Lúthers frá götum Erfurt til sala Worms, frá klóm Rómar til öryggis Wartburg, var ekki bara saga. Þetta var saga trú, saga mann sem þegar hann stóð frammi fyrir vali milli þæginda og sannleika, valdi sannleikann. Fagnaðarerindi Krists verður ekki boðað án þess að það leiði til átaka, sagði Lúther einu sinni. Hann vissi það að standa fyrir það sem rétt var myndi kosta eitthvað. Hann vissi að heimurinn myndi hata þá sem sögðu sannleikann. En hann stóð samt. Myndir þú standa? Ef dagurinn kemur þegar við verðum að velja, þegar þungi heimsins stendur gegn orði Guðs, munum við standa eða beygja okkur. Rödd Lúthers bergmálar enn í gegnum söguna.
Afstaða hans var ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir kynslóðurnar sem komu á eftir honum. Fyrir þá sem vilja lesa ritningarnar sjálfir. Fyrir þá sem leita sannleikans og finna hann. Siðbótin lauk ekki með Lúther, hún lauk ekki í Worms, hún lauk ekki í Wartburg, hún heldur áfram og spurningin ef þú hefði staðið í þessu vali, fyrir framan keisarann, fyrir framan prinsana, fyrir framan stjórnendur þessa heims, hvað hefði þú sagt?